Saga skólans byrjar með hjónunum Sigrúnu Blöndal og Benedikt Blöndal. Þau koma hingað og stofna þennan skóla og reisa hann hér á bara frábærum stað með útsýni hérna út á Lagarfljót. Skólinn í byggingu 1929 til 1930 og fyrsta skólasetning skólans 1. nóvember 1930. Og við höldum oft svolítið upp á þennan dag hérna í skólanum að það svona afmæli skólahaldsins í sjálfu sér. En skólinn einn af þessum mörgu húsmæðraskólum sem voru hér allt land. En í dag staðan svo að það eru bara 2 skólar eftir. Og það hússtjórnarskólinn hér á Hallormsstað og hússtjórnarskólinn í Reykjavík. Já, saga handverks- og hússtjórnarskólans í Hallormsstað löng þrátt fyrir að nafnið og námið hafi breyst í áranna rás. Skólinn hefur starfað óslitið frá stofnun. Námið var töluvert ólíkt því sem það í dag, þar að segja að hluta til þannig að þetta var 2 ára nám. Og þetta var nám með meiri búskap og það var hér fjós og stórt land hérna fyrir skólann. Og það voru eldri og yngri deildir og mikið nám. Hér var líka bóknám, kennd danska, íslenska og stærðfræði. Í dag hefur þetta þróast úr 2 ára námi, svo var þetta stytt niður í 1 ár og svo núna í 1 önn. Og við leggjum aðaláherslu á þau sem hafa alltaf verið kennd hér, sem matreiðsla og næringarfræði og hreinlætisfræði. Og svo ýmist handverk eins og vefnað, útsaum, prjón, hekl og fatasöm. Hverjir eru það sem eru að sækja skólann? Nemendur okkar koma alls staðar af landinu. Dreifingin bara skemmtilega bara all land og það frekar að nemendur á Austurlandi fari kannski annað. Og nemendur eru að koma hérna á framhaldsskóla aldri. Við tökum við þeim 16 ára á fyrsta ári á framhaldsskóla og aldursdreifingin líka alveg frá bara að vera komin beint úr 10. bekk og að vera að ljúka jafnvel framhaldsskóla árunum og að vera komin á 19. og 20. aldursár. Hér eru allir nemendur á heimavist og búa hér. Það skapast svona svolítið, hópurinn verður svolítið náinn og hér eignast mjög margir sína framtíðarvini og út lífið, sem eiginlega kannski svolítið ómetanlegur hluti af náminu. Ágúst Már kemur alla leið frá Vestmannaeyjum en var tíma í grunnskólanum á Hallormsstað. En af hverju hússtjórnarskólinn? Þetta var sennilega til þess að ýta undir kokkinn. Ég hef svona áhuga á mat. Já. Og þetta gefur stúdentseiningar og já, það er að útskýra sem stúdent til að geta farið í kokkinn. Og það svona að vera elda hérna og þetta svona grunnur. En telurðu að þú fáir góðan grunn þá fyrir kokkanámið hér? Jep, það ekki spurning um það sko. Hvernig hefur þetta verið? Bara þokkalega gaman. Man leiðist aldrei. Það alltaf eitthvað sem það að gera. Hvernig að vera svona eini strákurinn sem fengulega kvennahóp? Það bara mjög gaman. Þessar stelpur hérna eru svaka skvísur. Það alltaf til að hjálpa manni ef maður í vandræðum með þennan útsaum og það mjög gaman að vera í kringu þær. Það allar svona góðar nærverur og maður líður alltaf vel í kringu þær. En hvernig það með þetta búa svona með þessum stóra hóp á heimavist, kannski ekki í stærra hús en þetta? Það fínt. Því að ef einhver fer í fílu, það ekkert langt til þess að fara og tala við hann ef honum líður illa. Þessi skóli frábær á alla vegu og maður þarf ekki að hugsa sig tvisvar ef maður langar að fara inn á skóla. Hvernig stendur á því að þú ert hérna í Húsó? Ég úr Reykjavík og kem lengst í burtu frá og mig langaði svolítið að breyta komast úr bænum og bara svona eins og maður þarf stundum að gera. Koma svona út fyrir þægindarammann minn og já, af hverju ekki koma hingað þá? Ég að læra klæðskera og kjólasaum og
ásins bara sveinsprófið mitt eftir því og langaði að læra svolítið mikið að útsauma og læra að prjóna aðeins meira og vefa og allt þetta sem fylgir því að vera í þessu námi. Ferðu ekki bara að vefa þín eigin efni? Og guð, hvað mér langar. Einmitt að pæla í því í næsta verkefni að gera það úr kápu, sko. Eða láta það verða kápu. En þetta ætla ég bara að láta vera teppi. Hvernig hefur þessi vegferð verið hér þessar vikur sem eru búnar? Þetta alveg svakalega gaman. Við erum æðislegur hópur sem erum hérna saman. Við erum 14 stelpur og 1 strákur og það alveg svaka fjör. Helgar eru kvikmyndakvöld þar sem við sitjum bara og horfum á myndir og prjónum og síðan á virkum dögum þá reynum við að ýta hverju öðru í labbitúra svo við hreyfum okkur eitthvað líka. En samt erum við að reyna að halda áfram með námið út af því þetta mikið að gera. Og síðan bara búið til mat og það líka reyndar rosa fínt þegar ég að segja það þurfa ekki að hugsa beint út í það alltaf daga hvað maður þarf að borða. Það bara að hugsa það fyrir mann. Og já, þannig að við erum rosa heppin að vera öll hérna saman. Bara ég vil að fólk átti sig á því að hvað það interessant að vera hérna og hvað að maður gleymir litlu hlutunum þegar maður heima í bænum. Maður svona átti sig eitthvað meira á þeim núna. Í lok hverrar annar erum við alltaf með sýningu og þá erum við með opið hús þar sem við bjóðum gestum velkomið að koma hér og skoða handverk annarinnar og á jólunum hefur við oft svona jólatengdar veitingar, jólasmákökur og jóladrykk og jólasýningin okkar í ár núna 17. desember og húsið verður þá opið hérna fyrir gesti. En svo þetta að fylgjast með okkur þó við séum svona gamall gróinn skóli og kennum margt gamalt og gott að þá erum við líka svolítið að tengja okkur nútímanum og það þetta að fylgjast með okkur á Facebook síðu skólans, Instagram og núna Snapchat. Þannig að það bara hvetjum alla til að fylgjast með okkur og sjá hvað við erum að gera svona dagsdaglega.